Hey, Bussi! Drullaður eitthvað? Hvað? Spurðið mamma að verið í morgun eða? Megið þið reykja hérna eða? Já. Nei, reykir þú? Nei. Óheppinn, ef þú ætlar að vera alvöru listamaður þá ættu sko að reykja og geðveikt mikið. Og drekka geðveikt mikið sko. Ég fekk með brísir í morgumatt. Ég fekk með viski við kaffinu. Það segir mér eitt, Bussi. Hver eru grunnlitinni 4? Þeir eru nú bara 3. Gulur, rauður og blár. Ég var bara að testa þig sko. Ég vissi það alveg. Ég var bara að testa þig. Bara keyptu síkó, nörd. Teikna. Mála. Jæja, góðan daginn! En lýstast þinn í ger? Jú. En gaman! Alls konar drask. Hér er einhver skilið eftir bók. Ekki snert þetta. Hvaða bók er þetta? Ekki verið að snert þetta. Davíð hristi höfuðið. Það er nú eitthvað sem ég geti gert ef þessari sýningu er það. Jæja, ertu með hérna sýningarskrá hérna? Jú. Þetta er nú meiri vitleysan. Hvað er þetta hérna? Verk númer 6. Tíglar. Þetta er nú bara eitthvað kassadragt síns mér. Sé nú enginn djöfis tígur úr þessu. Gasalega er þetta ósmekklegt. Ha, lyktar þetta ekki? Saman safna drasli hef ég nú bara aldrei séð. Áður, jafn mikið. Hvaða vitleysa er þetta? Er þetta einhvers konar hundakofi? Fyrir chihuahua hunda eða? Ha, á hann að komast þarna inn. Þú ert ekki mikið dýrarvinnur. Get nú sagt. Á þetta að dingla bara svona eitthvað hérna. Ha? Hvernig var þetta? Já, ég var nú mikið í listinni hérna í gamla dag, skal ég segja þér. En það var nú eitthvað annað, þetta hrattarspart sem þú ert búinn að safna saman hérna. Ha? Vilt þú sjá alvöru list? Unga dama, ég sýn þar alvöru list. Gerðu svo vel! Teikna. Verður núna að koma undan? Nei, Horfir einhverju? nei, ég ger það ekki. Hvernig hefur það teiknað þig? Hefurðu séð myndina sem þau mála af mér? Þetta er hræðilegt. Ég er ekki með svona ræs. Mála.
Teikna. Mála. Magnús, hvað kom til að þú byrjar að mála með höfðinu? Já, eitt skipti sem kennarinn minn sagði við mig að ég yrði að nota bara höfuðið einfaldlega meira. Og ég lá á þessari pælingu í nokkra vikur og þá fékk ég þetta, það kom þetta til mín bara og ég fattaði að beintengja hugan við strígan og í gegnum pensilinn. Hvað gerir myndirna þínar þá frábrugðnar öðrum myndir sem gerðar með höndunum? Já, það nú ekki flókið, það nú einfaldlega bara ekki hugmyndir. En ekki mikið strit og hug að vinna þennan hátt? Nei, það ekki. Þetta ekkert meiri vinna eða verk. Fyrir mig frekar en einhverja aðra listamenn, það nú bara þannig. Eitthvað sem vill koma á framfæri til upprennandi listamanna? Já. Það bara að prófa eitthvað nýtt. Go in there. Það segi ég alltaf, bara go in there. Og svo náttúrulega, já, kannski að ég brýni það fyrir öðrum listamönnum að nota ekki höfuðið. Ég á semst höfundaréttinn á því í dag og kannski annað að hendurnar, ekki nota hendurnar. Það sést bara úr kílómetris fjarlæg að þú nota hendur í málverkum í dag. Það bara klísja. Svo kannski, já, var eitthvað við með augunum, nota kannski ekki mikið augun. Það getur reynst bara hættulegt. Kannski það sem ég vil segja við ykkur upprennandi myndlistamenn að prófa eitthvað nýtt. Sem sagt ekki nota hendurnar, höfuðið og augun þegar mála á meistarastykki. Nei. Teikna. Con los terroristas. Komdu hérna, ég er með stað fyrir mig, við getum tekið myndir af mig hér. Sjáðu þetta, ekki svona nálagt, þá sést allt saman. Það lengra. Hvernig þetta? Eitthvað svona? Glæsilegt. Ha? Má ég sjá þetta? Þetta afleitt. Þú ert að gera eitthvað vitlaust. Þú kannt ekki það þessa myndavél. Það alveg greinilegt. Sagðist ekki vera lærið? Á hvað heyri ég ekkert klikk? Á hvað heyrist ekkert klikk í myndavélinni hjá þér? Hvað ert að gera? Má ég sjá þetta? Ég ger þetta bara sjálf. Hún virkar ekki, það kemur ekki neitt svona klikk þaðan í. Það er svolítið lítil myndavél. Er þetta eitthvað barnadót?